Jæja, Sunna, velkomin heim. Æ, takk. Svo gott að vera komin til Ísland. Það ekki. Jú, geggjað. Í kuldan og rokið og allt þetta. Ég var úlpu í morgun, sko. Já, þú komst í úlpu. Ég kom í úlpu, sko. Það er alveg leiðilegt að koma úr 26 gráðum í þetta. Var svona heitt? Á einu deginum var 26 gráðum. Ég ætla bara að lifa því. Það var svona 20-26. Shit. Og þú varst bara í kjólum úti og bara... Já. Þú veist, maður líka bara á kvöldin að vera bara í kjól, skilur. Kannski smá blazer. A dream. It is a dream. En þú varst í London, fyrir þá sem veit ekki. London, baby. Það er eitt af okkar uppáhaldsborgum. Já. Við það sameiginlegt. Já. En það ekki? Jú. Algjörlega, ég elska London. Mér líður bara þess að ég komin heim þegar ég kemur til London. Já, ég þekki London svo vel. Ándjóks. Það kemur alltaf óvart. Hvað er maður bara eitthvað svona geðveitt, bara eitthvað svona já, bara, já, ég er að lepa þangað, það var bara komin í Hyde Park og þú veist, maður er bara svona, veit nákvæmlega bara, þekkir þetta út og inn og það er svo þægilegt. Fyrir svona, já, við erum hérna, þá erum við hérna, eitt smá, það er bara tíminn til að lepa þangað. Einmitt. Hvernig þekki ég þetta svona vel, svo skrítið. Því að London er svo hjút, það er svo mikið af hverfum sem maður þarf að kynnast einhvern veginn. 100%. Svo gaman. Og það er að vera í einu hverfi, svo ertu komin í annað, þá bara svo allt er það. Ángríns, ég var í Shoreditch, ég gistum í Shoreditch, mér leiði bara sem að vera í New York eða eitthvað, sko. Það var ekki svo London. Nei. Sem að leiði maður kemur, skilur, bara aðeins niður í Mayfair, þá er þetta bara, ok, þetta er London, skilur. Einmitt. Það er skemmtilegt að, þú veist, pröfa alltaf nýjan stað til að gista á. Já, það er líka svo ógeðslega mörg hótel í London að bara úrvalið is amazing. Þú veist, ég hef aldrei fengið slæmt hótel í London, sko. Nei, ekki heldur. Ég hef alltaf fengið bara mjög fín hótel. Same. Þó ég hef einu sinni gistað sama hótelinu, það var bara því að það var eitthvað svona pitstop í London. Það var bókaði það því að það var ódýrt og vissi nákvæmlega hvað það var og eitthvað. En geðveikt. Væri til að vera þar fyrir hér, to be honest, en það er gaman að hitta þig. Já, gaman fyrir tepúið að vera hér. Það er svona eina sem heldur, en það ekki. Já, eina. Það er ándjós, ég var bara á ég framleiki að vera bara úti, þau bara nei, fuck it. Við þurfum að halda upp í tepúðinu, sko. Annars hefðu alltaf getað rettað sem eitthvað svona Zoom-call eða eitthvað. Ángríns. En varstu eitthvað að fylgjast með Love Island live? Nefnilega ekki, sko. Það er ekkert, með einhvern veginn þegar maður kemur til London, það er, ég held að væri allir bara Love Island, bara að tala um þetta, það var enginn. Nei. Einmitt, og ég talaði við eitthvað svona locals og þannig, og ég bara að fylgjast með, bara, já, svona einu milli. Ég bara svona, what? Ok. Smá dónalegt. Ég held að það væri líka bara allt í svona posters og ETV og það væri bara svona gefið mikið sprengja úti en það er greinlega bara svona mikið sprengja í okkur heima. Greinilega. En þú líka varst á tíma sem að leikurinn var. Já, hjálpið mér, já. Þannig að þú veist, kannski náttúrulega, ekki kannski augljóslega er atriðin þar. Já, en þú veist, það var engin samt svona engar auglýsingar en eitt, skilur. Nei, ég bara tala um svona in the atmo, skilur, svona eitthvað allir vita, bara eitthvað. True, að mjög mikið fótboltaspila. Is football coming home? Oh, great, but it did not. Nei, minn aumasti, sko. Hjálpi englendingum, sko. Djöfull er það crazy. Þeir eru crazy. Ég var alveg hrættan út, sko. Ég skal vel trúa því. Já, bara, ég þorði ekki að fara á neitt svona, fann svona horfa á fótboltaspil. Ég hef fyrst alveg ekki áhuga á því. Og í öðru lagi þá er bara svona, ég hrætti þess að englendinga, að þeir sko byrjuðu bara 11 morgunin og þá var ég bara svona, ok, hvað er ég að vera? Einmitt. Þú veist, þeir hafa bara vaknað, sko, þú veist, sumir bara gátu ekki sofið af spenning. Klikkaði, þetta er klikkun, sko. Þetta er bara andjóks crazy. En líka, þú veist, ég var að pæla í þess að þú pælir í, þú veist, Manchester United, bara, ég er að segja eitthvað lið, þú veist, það á bara crazy aðdándur og svo á Chelsea crazy aðdándur og svo er það allir sameiginlegt með eitt áhugamál og það er Englands landsliðið. Þannig að þá í fyrst skiptur allir þessi crazy aðdándur sama liðsins, þannig að, það því maður veit að það er nógu mikið af bara skandulum þegar Chelsea og Arsenal keppaði eitthvað, skilur. Hvað þá? Þegar þeir allir eru sammála um eitt lið. Já, og bara reyna að destroya alla sem koma frá hinum löndunum. Einmitt. Svo ógíslegt. Þetta er það. Alveg, sko. Bara að taka sér svona alvarlega. Bara hafi gaman af einhverju fótboltaspili, ekki vera, þú veist, ekki vera fara í öfgar, sko. Þú veist, ég skil alveg svona, bömmur í 10 mínútur, skilur. Þau unnu ekki, ok. En svo bara get on. Ángríns. En ég held í alveg líka að það hefur verið að unni, sko. Ég held í alveg að það hefur getið orðið verra. Og það var mjög slæmt. Já. Heldur það? Já, ég held í alveg bara af því þarna, þú veist, það voru svo margir svo þær sem fóru á hópnum, fóru að horfa á spilið, þá voru allir bara gett leiðir, skilur, bara slöknast á hópnum. Ímyndið, það er bara verið kastað bara öllu út allt, það er bara fólk að lyfta bílum og okkur sétt, sko. Ég held í alveg að það er bara verra, sko, í alveg en samt, þetta var mjög slæmt. Og svo bara, þú veist, greið
ítölsku áhorundir skilur þeir eru bara að forða sér beint upp á hótel. Já, nei sko, ég og Bensi við fórum bara á ítalska veitingastað bara, og voru bara 2 það var enginn anninni, nema bara ítalar og þú veist, það var bara allir bara geðið góða væpi og svo voru þeir bara svona að horfa á það bara svona síman sínum inn á milli, það geðið fín veitingastæður og bara svona kokkanir geðið fínum að sá inn í eldhúsið og svo þegar vítaspyrnan byrjaði, þá vorum við bara ok, það er eitthvað að gerast eitthvað, þannig að við köktum á þessu líka í okkur og við vorum alveg 30 sekundum til mínútu undan þeim og við vissum að þeir voru bara að vinna og voru bara að horfa á þau vera að fá skilaboðin og svo fokkið fyndi og þau voru svo glöð og svo gaman að sjá það ég var bara, við unnum oh my god en ég tölum eitthvað við þau voru bara, við þórum ekki fyrir út á götuna sko. Það var bara, þau voru held ég bara þannig inni sko, það var allt róaðist bara þangt til að miða nóttu eitthvað, vá það hefur fritt prosecco við varum svo réttum stað fyrir svona okkar væpa því við erum ekki svona fótbolta spila aðdandur þannig að mér fyndi það er mjög skemmtilega en þið skemmtu ykkur samt konunglega ég náði að horfa á seinasta markið og það var bara nóg fyrir mig en maður var svona alltaf að horfa á update maður var svona hver er eiginlega staðan ég var bara með skorið bara svona live en ég nefndi ekki að horfa á það nei, skil það mjög vel Gekka, já. En fórstu eitthvað að hilsa upp á hana vinkonu okkar? Hana Elisabethu? Nefnilega ekki. Nei, komst ekki í það, elsku besta. Hún er bara að bíða eftir ég held hún var samt ekkert í London, sko. Heldur ekki? Nei, ég myndi alveg finna á mér að hún væri þar, sko. Já. Ég meina... Hún var ekki stær í ykkur frí, ekki stær aðeins lengra. William var og... Og var hann? Hann var á leiknum, sko. Að það? Já, hann og... Hjálpinnis. Kate, konan hans, og George litli og það var ekkert eðlilega krútlegt þegar myndalum fór á George þegar England skoraði fyrsta markið og hann eitthvað fagnaði það með pappa sínum og ég bara, dvulli Já, ok ég myndi aldrei það var miklu meira virði að vera á fótboltaspilleiknum þegar þau eru þar en auðvitað myndi ykkur mæta og þessari fjölskyldu fyrir enska landslið, er það ekki? Samt, það er bara eitthvað, ég veit það ekki Ég held að sko William mætti líka þegar það var, þú veist, úrslitaleikur innan Englands. Ok. Þú veist, þau eru leikrinlega og þau eru þar. Fútbolfans. Já. Og svo sá ég líka í stúkunni var Beckham, sjálfsögðu. Það var Kate Moss var hana. Ok, model. Já, Tom Cruise. Ok. Ég man ekki hverju fleiri voru hana. Er þið ekki kannar, eða? Tom Cruise er kanni og Kate Moss. Já. Jú. Já. En ég meina fara alla leið þau bara are believers og svo náttúrulega voru fyllt að ykkur svona þetta var náttúrulega rosalegt stútfull Wembley, voru allir með grímur eða veist það? Nei ok smita veistla ángríns eða mér minnir ekki, nei þau voru ekki með grímur í sætunum, nei maður sá alveg svipriðun á öllum það er alveg, þú veist maður heyrir alveg það alveg mikið COVID-19 úti sko. Já, hvernig var það úti? Það var svona bara svona, það var bara grímskylda inn á veitingastöðum eins og var í okkur þegar maður nema þá maður sest niður svona bara í túbinu og maður ekki að fara þangað og í búðum og svo voru allir bara út á götum bara í hópum sko. Já, það var bara inn á svona lokum svæðum þú veist eins og inn í búð og þannig en svo þú veist ég löpum inn í Hyde Park og það var bara eitthvað event og örgulega svona 10.000 manns bara í hrúum sko. Þú voru ekki að horfa leikjum bara úti? Nei, þetta var eitthvað svona, ég fór inn á Google bara hver gangi núna því ég bara vant að reykur út með allt svona litið reykur og það var eitthvað svona watercolor contest eða eitthvað. Það voru bara allir öskrandi, ég var bara, what the hell? Oh my god. Það var ekkert tengt leiknum. Nei, ok. En það var bara fucking mikið fólki bara úti að hópa saman. Maður var bara svona, shit. Kannski ástæður þið alltaf svona eftir á þau eru ekki alveg að taka svo alveg. Nei, nefnilega ekki sko. Nei. Það er líka alltaf þegar maður var að labba með, ég lendi í nokkuð sem ég var að labba með grímur svona á klósti frá borðinu mín en veit ekki það. Það var svona breska gælu bara It's funny how people are always with masks. Og ég var bara svona það er alveg er það ekki reglurnar? Já, það er alveg ástæða fyrir Leave me alone. Það var svona allir svona, þú veist, þeir löbbuðu ekkert með grímur og eitthvað en þú veist maður leið bara smá svo fáið þegar maður gerði það en maður gerði það samt. Já, bara for your health, safety og þannig. En það, já Það er náttúrulega öll bólusett og öll bara vel sett sko. Já. En það er bara alltaf betur að safe than sorry. 100%. Ég fekk líka svo ógeðslega mikið að skilabóðum bara hvernig er reglunar? Já. Mikið reglum sko. Mikið, já. Já, algjörlega sko. Maður þarf alveg að fara í gegnum
maður þarf að lesa sér til svo mikið áður maður fer hann út. Það svo mikið af forms og prófum og allt sem þú þarf að taka áður fer það vesen, en þess virði. Já, sérstaklega fyrir London baby. Ég sá einmitt hérna á Twitter að ég var svo ógeðslega svona, ég var ræðið við Gunna og eitthvað og þú vorum að tala þú veist að þetta náttúrulega stórleikur þarna. Við erum ekki að tala fótbolta allan tíma, en það stórleikur og ég var einmitt að hugsa, fá strákarnir Love Island að horfa. Einmitt. Við fengum horfa. Það? Já. Ég hef ekki búin að catcha up. Nei, þeir sýndu ekki í þáttunum, en það var tweetað að þeir fengu horfa og svo í Love Island After Sun, ég horfi nú ekkert eitthvað alltaf á það, en ég ákvað bara að setja á það í gær því að ekkert að gera eitthvað. Og þá fekk maður að sjá þegar þau fengu SMS eitthvað, you'll be able to watch the game tonight og allir bara strákarnir og svo fengu að sjá þegar þau skoruðu ekki síðast þannig sem Ítalía hafi unnið og það var alveg, það var sorg. Það var sorg í þeim, kallanum. En back to business. Back to business. Heyrðu, við erum bara svo góða að drikka hérna. Ok, ég var að kynna til leiks nýja styrstaraðal nokkar eða? You do the honors, my sonny. My favorite, Fanta. Og við erum hérna með Fanta Lemon í dag. No sugar. Nei, sko, ég er bókstaflega með þetta í æð þessa dagana. I have so many words. Ángríns, ég bara elska ekkert meira. Nei. Nei, byrja aðeins fyrir að lega ykkur hlusta. Hjálp. Ok. Og svo erum við með hérna könnu með klökum og sítrónusneiðum. Nei, sko, ef þið er með, þú veist, Fanta Lemon og hann er kannski smá volgur, setja hann í klaka, þó að sé kannski kaldur, setja hann í klaka, það er eitthvað annað gott. Það er eitthvað annað. Hann er geggjaður úr dósinu svo þegar maður að ferða þannig. Ískaldur dós, nei, sko, ég held að finni mig valla með, nema ég sé með Fanta dós í svona 2 metra fjarlægur með, sko. Skekkjumörk. En já, þetta er bara það besta sem ég veit og svo gaman að segja gaman í samstarfi. Við erum bara með límbúnaðið okkar besta. Já! Við erum búin að vera, þú veist, að drekka það, manstu þegar við voru gerðið með hann að smjættu tjatt, nummer 1. Já, fyrsta smjættu tjattu okkar. Fanta Lemon. Já, og við tókum það sko í september 2020 og manstu þá var það alveg að fara að hætta að selja út af því að þú veist, þetta er svona sumadrykkur og við vorum bara, no! Bara please bring it back. Nefnilega alltaf þegar kemur hérna, þegar kom sumar og það kom í búður, þá er ég bara stuck up, sko. Ég líka, ég heldur hrættum þetta selst upp og ég er bara, ég verða ekki á nóg. Nei, ég líka núna bara, no sugar. Já, það er game changer. Nú er ég ekki með neitt samvinskupið, því ég vanlega að drekka aldrei gos. Nei, ég drekka bara sóta vatn. En núna er ég bara, að lifa mér kannski aðeins svo mikið, en samt bara að gegja. Ég er bara alltaf bara að drekka þetta, því að það er engin sykur í þessu. Og það er magnað, sko. Með hvað það bræðast vel. Are you kidding? 7 kaloríur. Ekki svo að það skiptir eitthvað miklu máli, skilur, en bara þetta er samt þægilegt að vita, skilur, þú ert ekki að drekka yfir því að okkur sykur og gósi hérna, sko. Help us, skál í Fanta Lemon, besta okkar. Sorry, ég er búin að taka sopa, sko, ég var svo þyrst. Ó, alltaf. Takk. Ég er búin að fá mér einn í dag, sko. Já. Þetta er ekkert eðlilega gott, sko. Þetta er ekkert eðlilega gott, sko. Ég líka bara, þú veist, það er sumar, þetta er sumardrykkur, heitt te myndi ekki alveg passa inn now. Þess, við þurfum svona svalandi, það er líka bara með hot topics svo þurfum við svalandi drykk, sko. Það er svoleiðis. Líka það er eitthvað við þetta sítrónu keim sem er svona ángríns. Nei, sko, þegar ég setti story daginn eitthvað að ég væri hooked að þessu þá fékk ég skilabóð frá ógeðslega mörgum bara þetta er það sem þú leðst mig gera og bara myndaði með Fanta Lemon og ég var bara I know og bara svo marga vinkonur mínar er alltaf bara hooked af því ég er alltaf með þetta bara má ég fá já, no til nýskap bara ná ykkur í best sko þannig að ef þú ert ekki búin að fá þig Fanta Lemon í sumar þá ert þú búin að vera þá er sumar ekki byrjað nei, bara get your ass to the next local store og bara stock up já, bara hell, right now þú sér mig ekki oft labba út með 2-3 sko, ég fer út með kassa já, sko. þú kaupir kassa já, same Óngrís. En svo er það Laugar Spa Organic skincare ok, post-flight rútína mín var herðu, okay. Leið og ég kom heim maður svo ógeðslegt flug, hjálp ekki dæla hjálpi mér, maður líður bara, það þurfa að skóla bara allt af já. En ég var bara beint gerði mér rétt fyrir styrtu þreif mér í framansagt áður, setti maskan á já og hérna möddmaskan fór svo inn í styrtuna, þreifa mér hárið með maskan á bara svona nýta tíman með maskan á og svo, þú veist, bara gera hárrútínuna mína og notaði
shower-oilið og bara svona trít og svo því að bara var búin að koma 10 mínútur með árum maskan 10 mínútur, þá bara skólaði að mér fór úr sturtunni og setti svo rakamaskan best og ándurs náður ekki bara full recovery eftir flugið mér leið svo vel, svo bara beint upp í rúm og hóra að lofa sko. What a perfect day ángreins oh my god, nei ég lendi nákvæmlega í því sama og við vorum að tala fyrir nokkru þáttum síðan og þú varst að tala með mitt bara svona, var bara pínu búin að neglekta með fætunar svo var ég bara orðin þú veist eins og krókudíll eða snákur og ég var bara, ég gær bara, oh my god og ég var ekki svona, ekki nenni ég fór í styrstu morgunin, svo var ég svona á ég fyrir styrstu bara núna aftur kvöldi og áður fyrir að sofa og ég var ekki, svo og sko bara í styrstunni setti ég á mig shower-oilið svo beint eftir á setti ég á mig body-oilið og bara, ég var bara svona löðrandi það var svo fucking maður sefur svo vel eftir það ekkert eðlilega bara, þú veist það ekkert meira óæðlandi að fara að sofa og bara vera svona crispy og eitthvað en þú ert alveg moist og góður á því góðan raka í húðinu góðan áttutum og bara sleeping like a baby já, nema my baby didn't sleep well you look like a baby ég var ándurs bara á ég setja það á þig ég bara getur ekki setja á hana þú má spyrja Birgitti hvort það er mig getur hún gert bara baby version baby línulega spa myndi kaupa fyrir þig takk talandi baby bara svona að allt öðru sá ég gær að Kylie er að posta núna eitthvað svona part 1 og part 2 eitthvað svona af hvernig hún byrjaði Kylie Cosmetics og í seinni þættinum part 2 þetta er svona 8-10 mínútur þættir bara YouTube í seinni þættinum þá var hún tala Stormi og hvað gerðist? Ringur þetta annað ég ætla að skotast eitthvað lengt sem brás já og þá var hún að segja að Stormi er frá að byrja með fyrirtæki hættu? Nei má þetta? Nei, hún er ekki með sjálfræði sko. Þetta er svo skrítið þetta er svo steikt þetta er eitthvað sem þurfum að fá lögfræðinga til þess að fara í með okkur sko. Ándjóksamt ég stiði þetta alveg ef þetta má já ég líka 100% ég er skrítið hvað það gengur illa og þú veist hún færi bara heyrið bara það myndi ekki gerast nei, en segjum bara að það myndi gerast og þú veist mamma henni bara búin að eyðileggja nafnið út frá einhverju fyrirtæki sem hún gerði fyrir þig skilur og hvað er þetta að fara að vera? Er þetta fyrir dót? Ég held nefnilega Fatalína hlýtur að vera Stormy Fashion hjálp já frá að kaupa yfir ennblíf Blá og Stormi verða bara twinning en svo er það Mist og Co ok, það sem ég er að fara að gera beint eftir að við erum búin að taka þann þátt er að fara heim og þrífa bustana mína hjálp, bara svona eftir svona útlandaferð og eitthvað vera með allt clean maður líður bara sem að sé svona útlandagerms mann líður þannig alveg sem maður vill alveg losa sig við töskuna maður vill alveg svona bara losa sig við allt maður vill bara delete all evidence og bara svona settle in en þetta er bara að því þetta er svo einfalt sprayin, þá er ég bara svona ég vil þreifa allar bustunum um daginn svo bara næst, þú veist, ég gerði bara kvöldi til þótt ég hefði getið gert það 10 mínútum áður en málaði mig, en ég gerði bara kvöldi til að þið voru ekki að dunda mér og horfa á Love Island og svo næsta morgun vaknaði og ég nota alltaf make-busta fyrir make-ið mitt og ég var bara svona, ég týndi því valla einmitt, af því að það er svo hreint ég var bara svo var ég var ángræs að pæla bara á ég að vera með sprayið við hliðina á mér og bara þrífa eftir hverja einustu notkun svo þetta veit ég að það yrði kannski, þú veist, það er ekki alveg nauðsynlegt að gera það en ég var bara svona, þú veist, mér langaði svo að hafa hann hreinan og fínan og svo góð lykt af þessu ángræs er svo góð lykt minn aumasti maður er bara eitthvað, bara mális eftir þetta er eitthvað svo cleaning, maður er bara svona ég elska öll samstörun okkar með tebúið, er allt svona með frúti lyktum já, við erum með frúti gælur já, lemongrass til dæmis hjá Lauga Spa svo er þú veist lyktinnar af Mist og Co og svo náttúrulega Fenty Lemon og bara allt fanta en við mælum allan daginn með að allir fara að þrífa bustana sína með Mist og Co að því það er best það er líka bara svo ógeðslega mikilvægt já, og líka bara ef þú ert make-up artisti þá er svo ógeðslega einfalt fyrir að þrífa á milli kúnna með þessu bara þú getur bara einfallega að því maður er svo nota svo marga liti maður er alltaf með augnfarða bustana það er að vera nota alltaf nýja þrífa á milli hversu þægilegt og líka ef þú ert til dæmis ekki förnumfræðingur og þú ert bara svona er kannski bara heima að æfa þig að gera þú veist eitthvað svona look eða ert að fara eitthvað fínt og kannski áttu einn góðan
Bursta og vilt nota hann í marga liti, þá er þetta bara the perfect solution. Bara beint, getur við skipt svo auðvitað. Af því það er ekki margir sem eiga sama burstan af mörgum. Nei, nákvæmlega. En ég er alveg svona þar, ég á bara einn uppáhalds skilur sem mér finnst bara best að nota. Hann segir mig að ég hef notað blátt í gær, þá er ekki eftir að nota gult í dag. Þá er þetta bara grænt. Vá, passaði þig, hvað segir hann að við erum svo lélega að vita hvað grunnliti. Við ætlum að fara í dilemma, innsend af hlustenda sem við elskum. Já. Það er ein hérna sem sendur okkur á e-mail okkar, teboð@gmail. Sem við mælum með að allir sendi okkur á. Hún segir hérna í aðdrastarpa, hún segir í subjektinu framhjáhald eða ekki, spurningmerki. Dun, dun, dun. Þetta er svona catchy subject. Bara svona, woo! Ég er ekki með að lesa það, þú ert með að lesa það. Já. Ok, á ég að lesa það? Já. Ok, hún segir hérna Hæ, vildi hrósa ykkur í geggja podcast og skemmtilegt topic, vonaði nái eitthvað að hjálpa mér. Ok, we hope so too. En sem sagt, í lok sumars á seinasta ári 2020 byrjaði ég að tala við strák eða mann á Instagram sem var cirka 8-10 árum eldri en ég og var bara í bænum mínum í nokkra mánuði. Skulum kalla hann strák Sigga. Ok, Siggi. Ok, Siggi minn. Við Siggi hittumst fyrst og fórum á rúndin og vorum eitthvað að kyssast þá. Svo varð miskilningur og við hættum að tala saman eftir rúndin. Hvað skoðum miskilningur? Já, ég verð að vita miskilningin. Já. Svo eftir cirka 1 mánuð... Ætlan, sorry, bara að hugsa. Ætlan að við haldið að hún væri eldri en hún er, eða... Að því að hún segir 8-10 árum eldri. Já. Maybe. Góð punktur. Já, svo cirka 1 mánuð eftir 1 mánuð, eftir hennar miskilning, byrjaði ég að tala við að hitta strák af mínum aldri sem bjó á svipuðum stað og vorum við búin að vera að hittast í mánuð þegar Siggi sendi aftur á mig og bað mig að hitta sig áður hann færi heim. Ég ákvað að taka tækifæri og fer heim til Sigga og sef hjá honum. Á meðan er ég að hugsa strákinn sem ég er að hitta og ég er mjög distracted. Já. Æi. Strákun sem ég er að hitta spyr mig út í þetta á rúndinum sama kvöld en ég neita því og breyti sögunni. Hún fyrir rúndin með Sigga og sefur honum og fyrir svo á að hitta hinn strákin. Ok, ég neita því og breyti sögunni sem sagt að ég hafi ekki sofið hjá honum. Núna í dag er ég búin að vera í sambandi með þessum strák yfir hálft ár og spyr hann stundum þetta kvöld en ég neita alltaf því ég þori ekki að segja honum satt því ég hræddum að sambandi okkar og okkur þykir svo vænt hvort annað. Ætti ég að segja honum sannleikann og setja sambandi okkar í hættu eða ætti ég bara að halda þessu leyndu til að særa hann ekki og engin skaði verði? Var líka bara spá hvort þetta telst sem framhjáhald eða ekki. Við vorum búin að hittast í mánuð, bara nýbúin að byrja að kyssast, gistum en gerðum ekkert kynferðislegt og ég hefði hitt fjölskyldun hans. Þetta er svo mikið dilemma. Þetta er dilemma. Þetta er krísa. Já, elsku. Hvað finn til með þér? Þetta er alveg vont, sko. Veit ekki alveg, sko. Ok. Ef við erum búin að hitta hann í mánuð, það þarf samt ekki, þú veist, þurfi ekki að vera búin að gera eitthvað kynferðislegt til þess að þau séu komin með eitthvað tilfinningar. Nei, þannig að það getur alveg verið að þau séu orðin hrifin af hvort öðru og þannig. Og er búin að hitta fjölskyldun hans. Það er alveg big step. Nema kannski, talar svona eins og búi í einhverjum litlum bæ. Já. Kannski, þú veist, er það minna mál þar? Já. Fattar mig? En líka bara ef hann býr heima og þau búi bæði heima, skilur, og kannski er það oft þannig. Þá hittum maður svo fljótt fjölskylduna. Já, einmitt. En ég veit það ekki. Það, þú veist, ég veit ekki, eins og hérna, maður pælir, voru þið saman, þú veist, voru þið búin að skilgreina sambandi ykkar, skilur, voru þið bara búin að hittast, aldrei búin að tala það, en þér líður samt illa yfir þegar þú ert að hitta hann að gæja, þannig að þú veist, það hlýtur að vera eitthvað sem að... Þú veist alltaf að þú ert distracted, þá veistu að þú ert að gera eitthvað rátt. Þið líður þess að gera eitthvað rátt. Þá, það er alveg Bobbi, sko. Það er Bobbi. Og núna er alltaf spurning hvort þú segir honum og veist, þetta var þú veist, hún segir í byrjun árs 2020 og svo sér eitthvað mánuðir setna gerst þetta þannig að þetta er búið að vera svolítið langur tími. Já. Og ég skilði að það er svolítið erfitt að segja þetta núna. Þú veist, auðvitað hefður átt að segja þetta
fyrst en það alltaf gott að vera vitur eftir á Já. En það hjálpar ekki mikið panikaði. Skiljanlega. Það langaði ekki, þessi þungarinn var bara svona, ok, ég hefði kannski átt að gera þetta. Nei. En á hún að segja honum. Sko, það er svo ógeðslega vant að innbyrða eitthvað leyndarmál, sérstaklega þessi sambandi. Já. Og þú ert að fara að vera með honum í mörg ára eða kannski bara eilífu, skilur, þá ert alltaf að fara að vera með þetta samvinskubit. Já. En þetta gæti alveg haft slæm áhrif á sambandi en hann verður bara að vera tilbúin til að fyrirgefa þér og ef þú ert, skilur, lojal núna og veist að þetta er rétti gæinn, þá kannski vissur það ekki þannig að þú ert búin að hitta mannin í mánuð, skilur. Klárlega. Þú varst bara kannski er þetta ekki rétti og vildi bara pröfa þig áfram og gá hvort að það væri eitthvað annað en þú veist svo komst að því að það væri ekki það og þið langaði bara að vera með þessu strák það var allt annað að þið væri búin að vera hittast kannski í 6 mánuði eða eitthvað en þetta er bara mánuður af frekar litlu við varum bara svona að meta sjálfur hvar þið voru stödd þennan mánuð Já, klárlega en mér finnst þetta ógeðslega góða punktur hjá þér af því að þú veist þetta atvik augljóslega sýndi þér að þú ert þú veist hrifin af og vilt vera með hinum stráknum sem ekki Sigga af því að þú ert distracted og þú ert, þú veist hún fór síðan strax til hans, skilur og þér leið illa yfir þessu það segir okkur ok, þú veist það er eitthvað tilfinningar þarna já, og þú ert þá örugglega þú veist, það hljómar ekkert eins og sé að sakna Sigga nei, Sigga var bara one night stand hérna já, svona basically hún var bara smá spennt fyrir Sigga og hann bara mistök já Siggi var hérna hvað heitir þetta það er eitthvað svona hugtak yfir það þegar þú ert með ykkur og þá finnur hún að hinn sé rétti já ok, veit ég ekki hvað heitir allavega sko hann er allavega ekki the one that got away nei 100% ekki en ef þú hefði látið hinn að segja mann heit Andri eða eitthvað þá er hann verið the one that got away þið eru greinilega Andumann já og þið langar að vera með honum og þið líður illa yfir þessu en það er svo vant að halda ykkur svona leyndamáli svona langan tíma ég veit ekki ef þessi Siggi er bara farin að eilífu og er aldrei að fara að poppa upp eitthvað staðar og þú getur ákveðið að gleyma þessu þá all læg en þetta er náttúrulega þið voru ekki 100% saman gerir mig grein fyrir þið voru ekki kærstpar á þessum tíma en þið voru bara að hitta sem er auðvitað leiðilegt að heyra fyrir hann að heyra þetta en þetta er bara algjörlega undir því komið þess að því maður veit ekki hvernig Andri kærastinn hennar núna er að taka í þetta skilur einmitt hvort að hann sé þannig típa til að vera bara fokka þér og bara fara í burtu eða hann sé skilningsríkur og er tilbúin að fyrirgefa þér og halda áfram einmitt, erfiðast í þetta er náttúrulega hann er búin að spyrja hann nokkur sinnum hún har alltaf sagt nei það er að versta sko það er að versta búin að ljúga já það er erfitt sko já, þú þarfst eitthvað að taka það tilbaka og svo segja hann skilur það er erfiðst finnst mér sko ég vildi óska Andra hefði bara aldrei spurt já, en Andri spurði strax sko. en þú veist, hefði Andra aldrei spurt þá getur þú sagt bara hei, það er því það að segja ég með þetta, bara brjóstið bara verða að koma klein en þannig erstu búin að vera bara, nei og Andri alltaf bara, jú, það ekki hann er búin að vera að gruna þetta og hann munur aldrei hægt að gruna þetta nei sko réttasta svari hjá okkur er náttúrulega bara já, segðu honum og útskýrðu bara stöðuna en við verðum líka að taka stund djöfla hliðina og segja, þú veist, þú getur ennþá haldið þessu fyrir þig þú veist, þá er þetta bara spara ykkur báðum einhverjar vonda tilfinningar að því þessi Siggi skiptiði engu máli þannig að af hverju að koma upp með eitthvað Sigga sem að gerist sem bara skemmir sem er bara að fara að skemma og þeir samt drullu saman skilur hana 100% en við verðum að taka devil's advocate líka skilur, það er bara svoleiðis virkar þetta þú veist, tekur ákvörðun hvor þú vilt fara eftir skilur, það er náttúrulega bæði hægt að vera í þessu og þú veist, þú er ég veit ekki, að segja honum er að fara að særa ykkur bæði sko en leysa þína samvisku en leysa samviskuna þannig að þú veist, það er bara hversu mikið vegur með það en ef að hjá þig og hann ef hann veit þetta svona semi þá er alveg erfitt fyrir það að vera alltaf að bringa þetta upp bara gegnum sambandið, bara enda hann er alltaf að fara að spyrja þig þú alltaf að ljúga aftur alltaf meiri samviska fyrir þig hann væri ekki að spyrja aftur ef hann væri ekki með eitthvað feeling skilur og veit þið er búin að frétta þetta eða eitthvað skilur en
það getur verið mjög toxic að vera 100% í því að hann sé alltaf að spyrja að þú ert alltaf að ljúga. Já, það er vont fyrir þig. Það er ógeðslega vont, bara fyrir ykkur bæði. Að þurfa alltaf að vera að ljúga af þeim sem þú veist. Já. En þannig að þú getur hugsað þannig, ef þú segir honum og hann, þá myndi ég leiða með það, þú veist, ef þú ert að fara að segja honum að þú veist bara, þú verður að hreinsa samviskuna og bara lýsa yfir hversu mikið þessi Siggi skiptiði engu máli og hvað þetta kvöld í raun hafi verið mikilvægt því að það sýndinni hvað þú varst að gera rangan hlut, skilur ég myndi taka það take ef þú ákveður að segja honum. Já. Líka bara, þú veist, ef þú vilt segja hann, vilt hreinsa samviskunina og hann er ekki tilbúin til þess að fyrirgefa þér og þér voruð ekki í sambandi hana, þá í alveg þú þarft ekki einhvern mann sem er ekki bara að treysta þér. Þá er það kannski bara ekki þessi virði. Já. Nei. Og ef hann finnst ekki þess virði að halda áfram í sambandi með þér út af einhverju svona litlu sem kannski skipti þig ekki máli og þú gerður bara einhver mistök sem þú gerðir, þeir voru ekki alveg saman, samt vitum við ekki alveg hvort þið voru alveg saman eða ekki, þá eru fleiri fiskar í sjónum. Það er bara svo leið, sko. Og líka, þú veist, nú vitum við ekkert hvernig Andri, sem við byggum til nafn á, er, en það hljóma líka pínu kannski þú sérð hann tristir ekki að því hann spurði oft. Nákvæmlega. Þannig að það er ekki gott góðs viti. Það verður að trist þess að sambandi virki, sko. Þannig að þú veist, ef hann er að spurja oft sama hlutin og þú ert alltaf búin að segja nei, sem við vitum að er lygi en hann veit það ekki, þá er alveg pínu svona, myndi ekki segja rautt flagg, en það er smá flagg Það er bara flagg á sambandinu. Já, ég segi það. Ekki flagg á andra. Nei, það er bara smá flagg að hann sé alltaf að spurja, því að þú veist, það er augljóslega trust issues. Þannig að kannski í rauninni er besta lausnin að segja honum og reyna að byggja heilbrigt samband eftir að það er búið að leysa þetta. En ef þú segir honum og hann bregst bara hræðilega við og ákveður bara að enda þetta, þá er það örugglega ástæða sem in the end bara longrunnið skila sér betur. Einmitt. Það er alltaf samt. Þið viljið ekki lifa svona, skilur. Lifi í einhverjum deilum á milli ykkar og að ljúga og eitthvað þannig. Það er bara ömurlegt. Það er bara glata, sko. Þannig að vinkuna okkar, þú hefur hérna 2 kosti. Það er einhvers að segja honum ekki. Búin að heyra okkar skoðun á báðum. Þú veist, ég þyrfti að vita svona 500 fleiri dítala til að geta sagt nákvæmlega. Einmitt, þetta er mjög erfitt að koma með teika á þetta því að þú veist. Já, en við erum samt búin að útskýra svona báða leiðir. Ég segja, við getum ekki komið með 100% hvað átt að gera, en við erum alltaf að fara að koma með skoðun á báðum hliðum. Já, nákvæmlega. En við spurðum tilboðsgestina hvort þeim finnst þetta að vera framhjáhald eða ekki. Og við spurðum, hvað finnst ykkur? Hvenær byrjaði að taljast sem framhjáhald? Eftir að þið hefur verið að hittast í mánuð eða eftir að þessi skilgreint samband eitthvað í sammenningu. Þú veist, er það þið eru búin að hittast í 1 mánuð þá bara, ok, við erum örugglega saman, 1 mánuð er alveg mikill tími. Eða er það því að þið eru búin að taka þið 12 bara, ok, bara ég elska þig ef við verðum saman, skilur við. Já, bara við erum kærspar, ég veit. Og hvað finnst þér? Sko, það fer eftir bara hvernig samband, eru búin að hittast í mánuð en þeir eru samt eitthvað svona ekki. Þú veist, eru búin að hittast 2 í mánuðinum? Einmitt, maður veit ekki og maður veit líka ekki hvernig tilfinningarnir eru þá og hvort að þið séu að gósta hvort annað en á milli, hvort það séu eitthvað svona pirrandi eða hvort séu að tala saman alla dagana. Já, eða hvort séu að hitta fleiri í einu og þú veist, það er bara ógeðslega. Þannig að mér finnst persónulega að það þurfa að skilgreina og en samt skilur, ef ég væri ógeðslega hrifin af strákum myndi ég ekki, og er að hitta hann samt bara í mánuði, þá væri ég ekkert eitthvað að tala á aðra, skilur. En samskilur er ekki búin að skilgreina neitt og kannski gæin er að playa þig líka, skilur, þá vilt ekki vera eitthvað mugged off, skilur. Klálega. Ég veit ekki, en þér? Ég held því að svolítið á sömu blaðsju, út af því að þessi 1 mánuð, þú veist, það er svo erfitt að segja til út af því að þetta er svo mikið svona, þetta er svo skekkjumörk, skilur, þú veist, hvað er 1 mánuður? Er það hittast alla daga, er það hittast einu sinni í viku, er það hittast 2 í mánuði? Einmitt. Þess að því ég byrjaði að hitta Gunn á sínum tíma, skilur, fyrsta mánuðin hittust við, þú veist, hún hittust kannski, það var kannski einu sinni viku, svo kannski næstu viku voru 2, svo kannski einu sinni, þú veist, þetta var ekkert eitthvað, þú veist, þannig að, en svo hjá öðrum geti verið bara hittast í 1 mánuð, þá geti það verið bara við hittumst alla dag og við gistum alla dag. Saman,
Hann að, þú veist, það svo erfitt að segja til en ég held að það sé svona smá svona, þú veist. Ég held að það sé bara svona gut feeling. Já, gut feeling. Þú veist, ok, bara mér langar ekki að hitta neitt annan, þó ég sé bara að hittast í mánuði, skilur. Já. Það bara svona, ég veit að mér langar ekki, og við erum bæði, þetta sameiginleg tilfinning, skilur, þannig að við ætlum bara, ég ætla bara að halda af, bara passa mig að vera ekki að tala við henni aðra og ekki vera að hitta henni aðra, ég alveg hrifin á honum, skilur. Klárlega. En ef að, þú veist, einn aðalinn bara eitthvað fucking it up og þú veist, ekki að, ég veit ekki. Já, ég held að sé, þú veist, það er erfitt, þess að finnst mér að skilgreina í sameiningu, það er bara svo gott þó að, þú veist, ég veit að kannski margir eru bara eitthvað pirrandi, finnst skjálfur eða gaurar pirrandi þegar þau vilja taka þetta tálk, skilur en það er bara svo gott að eiga eitthvað svona reassurance, þannig að maður sé ekki alltaf einhvern kvíða yfir eitthvað sem maður er skotin í, skilur Já. Þannig að, ég segja að það væri gott að skilgreina alltaf eitthvað smá, þú veist, bara svona að vita eitthvað Ég held ég sé alveg sammálaðir, þú veist, og það þarf ekki að vera eitthvað, núna erum við kærasta og kærasti, eða núna erum við hitt annað fólk, eða, þú veist, bara eitthvað svona, þú veist, I don't want to be mugged off, skilur. Já, bara það. Maður lítur út þess að fá þetta, maður bara búin að sitja bara alltaf pásu fyrir einhvern aðeil, og svo er hinn aðeilin bara eitthvað að tala við miljóngjálfur, eða miljóngjörður eða eitthvað, skilur. Þannig að, þú veist, það er gott bara svona að vita. Og það getur verið bara svona, erum við bara hitta hvort annað? Þú veist, það þarf ekki að vera eitthvað alvarlegt. Ef leiðu þú segir þetta við einhverju manneskju og hún er bara eitthvað get pirruði, þá er þetta ekki hægt mannskja. Já, það er þetta röng manneskja. 100%. Og þú bara leave that person be. Já, það er bara a huge red flag. Það kemur hann tilbaka þegar hún tilbúin, skilur, en þú átt ekki, ef þú ert komið einhverju tilfinningar og hinn mannskjan ekki, get the fuck out. Klálega. Í alvörunni. Klálega. Ekki eyða tímanum mínum það. Bara ekki gera. Kannski ég eyði samlega setna, en þú veist, þínar tilfinningar munu fokkast upp ef þú er skotn í honum og hann er ekki skotn í þér. Hann er ekki nógu skotn tilbaka. Já, kannski skotn í þér, en ekki nógu skotn til að sleppa öllum side chicks. Já, side chicks. Allavega. Já, og við gerum bara 1 mánuð í hitting eða tala. Þá er framjöld, skilur ef þú sefur í okkur með öðrum með kissur eitthvað og svo er það skilgreina sambandið og það er 53% skilgreina sambandið 47% 1 mánuð ok, þetta er rosa jaft mjög 50-50 þetta er rosa jaft þannig að ég held að sé bara rétt að sé bara svona gut feeling skilur, fyrir eftir svona þú veist hvernig þið náðu saman aðstæðum og svona, já, nokkla þú veist, þú þarft eiginlega bara að hugsa svona hvernig þið voru þá, eða ég veit það ekki, þetta er ógeðslega leiðileg krísasvört í en ég held að það sé alltaf best fyrir þig að come clean af því það er svo vond að vera að ljúga það er svo vond sko maður bara alltaf bara að grafa gröfuna aðeins dýpra og þú ert bara að verða meira kvíða skilja því þú ert búin að fara með lín það langt og nú eru búin að vera 6 mánuðir saman það er alveg enda smá early on to be honest skilur þetta ætti alveg geta braggast sko það verður sárt en eins og við tölum líka það er líka bara gott að kannski come clean og byggja á heilbrigðu samband eða þú veist bara án lyga lygar eru fucking éta mann innan sko já það er bara það vil enginn vera með eitthvað að burðast með eitthvað svona bakinu sko algjörlega þetta er bara en já, ég held að þú hefur þess að tókast við erum eitthvað hvað við sögum þú veist að eins og við segjum, við veitum ekki öll dítelin þannig að það er svona happ og klapp já, það var svona gaman að vita hvað okkur að gera þannig að mátt endilega senda okkur update já og hvort það hjálpa þér eitthvað já. En við erum þess eins og tókum fram í senast að lemma þetta þá veitum við ekkert hvað við erum að tala við erum ekki sérfræðingar þú veist, já, þetta er bara okkar álit við veitum ekki neitt hvað erum að segja þetta er bara okkar persónulega upplifun og hvernig við myndum díla við þetta en ef þetta er alvöru vandamáli til líður illa og mælu alltaf með að leta til sjálfsfræðings eða einhverjum sérfræðings leita til hjálpar, já, bara leita til hjálpar það er alltaf við erum bara 2 stelpur eins og þú bara að spjalla og chilla hafa gaman segja okkar skoður sem eru bara eitthvað arfblú klárlega, svo verður við líka eitthvað sem mann taka svona andlegt framhjöld, mér finnst það líka mjög hjálp, það er mjög áhugavert hjálpi mér en heyrðu, þetta var góður dilemma þáttur elsku sunna mín gaman að sjá þér stinn bara skáli í smá Fanta Lemon skáli í Fanta Lemon ég vona þín dilemma leysist ASAP en annars ef þið sakna sunnu þá er náttúrulega alltaf hægt að finna hana á tilboðinu sjáum sér næsta þætti bye